Við ætlum að halda áfram á menningarlegum nótum hérna í föstudagsþættinum því að það stendur til að halda barnamenningarhátíð á Norðurlandi vestra, Skúnaskrall. Og hingað til mín eru þær komnar Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir og Ástrós Elísdóttir. Við erum hjartanlega velkomnar báðar tvær. Takk fyrir það. Skúnaskrall, barnamenningarhátíð. Ef við byrjum bara kannski á nafninu, Skúnaskrall, hvað þýðir þetta? Það er nefnilega mjög skemmtilegt, Ástrós. Ég ætla að leyfa þér að því að þú fannst þetta nafn upp. Já, gerði ég það? Já, gerði það. Við vorum svona svolítið, í samvinnu með þetta. En jú, við vorum búin að vera að fara fram og tilbaka með þetta. Hvað við ættum að kalla barnamenningarhátíð? Vegna þess að það er verið að fara að halda hana í fyrsta sinn. Og við vildum finna eitthvað skemmtilegt nafn. Og það mátti þess vegna vera bara bullnafn. Og oft er nú talað svona fólkið mínum megin, þar sem ég bý í Húnavarsýslu, það eru Húnar og svo er það Skagafjörðurinn líka og þá vorum við að hugsa um þetta með Húna og Skagafjörð og Skúna og er þetta ekki bara Skúnar og ef við saminum þetta allt saman í eitt og svo ætlum við að skralla eitthvað skemmtilegt saman og það stuðlar. Já, það gerist ekki betra. Fátt sem gleður íslensku hjartað meira en góð stuðlur. Þannig að það er náttúrulega bara lausnin. Og þetta er í fyrsta sinn sem þessi barnamenningarhátíð er haldin á Norðurlandi vestra. Og verður núna í október. Já, 14. til 24. október verður hún haldin. Og okkur langar svo einmitt að biðla til allra skapandi, eða þú veist bara til allra sem að hafa áhuga að gera eitthvað skapandi með börnum, að einmitt að sækja hjá okkur, að vera með námskeið eða viðburði eða sýningar eða smiðjur. Af því að barnamenning þú veist, það er hægt að flokkana kannski í 3 flokka, eða svona þemu. Og það er náttúrulega barnamenning sem er sköpuð á börnum. Það þarf ekki að vera flókið, kannski einhver leikskóli sem langar að sýna öll myndlistarverkin sem að börnin hafa skapað. En svo er líka barnamenning sem er sköpuð fyrir börn og það er einmitt svona kannski leikfélag sem vil sýna sýningu eða dansflokkur og svo er barnamenning sem er með börnum, þannig að þau eru virkið í sköpun með skapandi fólki, þú veist, í smiðjum eða eitthvað svona. Einhver slíkur. Þannig að í rauninni bara allir sem að hafa áhuga ætti að setja sig í samband. Algjörlega. Bara því fjölbreyttara, því skemmtilegra. Já, og fyrir allan aldurshóp. Við erum að tala um börn og ungmenni, alveg frá þeim yngstu og upp á framhaldsskólaaldurinn, alveg út þann aldur, þannig að bara börn og ungmenni. Og það er hægt að láta sér detta í hug ýmislegt til þess að gera og það er mjög margt sem getur fallið undir menningu. Heldur betur. Og menningu og listir og í rauninni bara að þetta er svolítið skemmtilegt tækifæri fyrir fólk til þess að fá að vera með, taka þátt í að skapa eitthvað sem ekki hefur verið gert áður og gera eitthvað skemmtilegt og fyrir börnin en líka með þeim. Já. Eins og segir, þetta spannar náttúrulega gríðarlega vítt svið. Það er í rauninni bara hægt að gera allt undir sólinni, undir þessum formerkjum. En líka skapa tækifæri fyrir börnin að taka þátt í menningu og sköpun einmitt án þess að þurfa að borga neitt. Af því það verður allt ókeypis á hátíðinni. En aftur á móti erum við búin að fá góða sjóði eða góða styrki. Til þess að geta greitt þeim sem hafa áhuga að gera eitthvað með börnunum þannig að fólki sem er að vinna á hátíðinni sé ekki að vinna allt í sjálfboða vinnu eins og vill stundum loða við í listum. Það verður ekki þannig. Það verður ekki þannig og það er það hægt að sækja til okkar með bara rökstuðningi að maður vilji bjóða upp á eitthvað ákveðið fyrir börn eða með börnum og til þess að bjóða upp á það þá vanti ákveðna fjárhæð eða eitthvað svoleiðis og við förum yfir þær umsóknir og tökum til greina og reynum að stilla upp í spennandi og fjölbreytta dagskrá. Akkúrat. Og verður dagskráin á öllu svæðinu, starfsvæðinu, þannig að þetta er náttúrulega mjög dreifbýlt svæði. En við verðum samt svona aðalega með 3 aðalstöðvar, skulum við segja, sem verður Skagafjörður, Blönduós Skagaströnd og Hvammstangi.
eins og það má kannski alveg koma upp að við erum í, já það ekki, jú, já, já. Við erum búin að vera að tala við Þjóðleikhúsið og Íslenska dansflokkinn og hann alltaf til dæmis að koma með mjög fallega sýningu sem fer þá á öll þessi 3 svæði. Já. Þannig að þú veist, það er alveg margt, mikið samstarf í gangi við, og mikið samtal sem á sér stað núna líka við. Og það er eitt af því sem að mér hefur fundið svolítið skemmtilegt við þetta verkefni frá því að við byrjuðum að undirbúa þetta svona að sjá það að þetta stuðla líka að, já, kannski dálítið samvinnu á milli bara fólks og þá skapandi fólks kannski sérstaklega á þessu stóra svæði og það er eitthvað sem að sem er auðvitað bara skemmtilegt að geta boðið upp á eitthvað svona plattform til þess. Einmitt. Þannig að þetta er ótrúlega spennandi og vonandi er þetta bara náttúrulega hátíð sem er komin til þess að vera. Algjörlega. En einhvers staðar þarf að byrja. Hvernig fer fólk að því að setja sig í samband við ykkur? Með hvert sendir það umsóknir eða afla sér frekari upplýsinga? Góð spurning. Við erum með heimasíðu sem er skúnaskrall.is. Já. Og þar eru allar upplýsingar og það eru svona umsóknarform sem er ekki flókið. Við viljum ekki hafa neitt flókið. Nei. Og það er gott að fá rökstuðning með fjárhæð en það þarf ekki að gera mjög svona enga kostnaðar áætlun þessa. Nei, ekki flókna kostnaðar áætlun. Nei. En kannski að útskýra samt hvers vegna hvaðin er fengið. Já, akkurat og það er bara sem sagt hægt að fylla út þetta form sem er bara á vefsíðunni. En síðan má líka hafa samband við okkur og við erum 3. Þannig að við erum bara 2 hér núna en það vantar hana Auði Þórhallsdóttur sem hefur unnið með okkur að þessu, jöfnum höndum. Þannig að hafa samband við Auði eða mig eða Sillu, það er allt saman. Það er, í boði líka. Þetta er bara, við hvetjum auðvitað bara alla til þess að stökkva á það hvenær reiknið með að dagskráin verði klár. Já. Sko, náttúrulega nú fáum við sumar alveg. Af því að líka við viljum endilega hvetja alla skóla líka til þess að taka og vera með. Þannig að þú veist, í september myndi ég segja að dagskrán yrði alveg klár. Já. Þannig en við svona því fyrr sem við fáum umsóknir því betra. Því betra. Já, svo við getum farið aðeins að setja þetta upp og skipa að þetta er svo stórt og mikið og mörgum stöðum og umsóknarferli er í rauninni í gangi núna. Þannig að það má bara gjarnan drífi að senda umsóknir. Það er einmitt gott að halda því til haga. Þannig að við bara hvetjum allt skapandi fólk til þess að drífa í því að sækjum að vera með í Skúnaskralli sem er að halda í fyrsta sinn núna í október. Þetta er ótrúlega spennandi. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Takk fyrir okkur. Takk sem við leiðis.